Herru, nú ætlum við að slá á þráðinn til Jerúsalem, þar sem að Qusay O'Dea, palestískur Íslendingur, dvelur. Blessaður Qusay. Sæll. Herru, ég verð bara að byrja á því að spyrja frétta. Hvernig meturðu stöðuna í Palestínu? Ég myndi segja bara að hún alveg eins. Það er ekkert nýtt. Já, hún bara eiginlega alveg eins. Það er ekkert að batna. Það versnaði fyrir hvað er. Það heldur áfram þjóðarmorðið, það heldur áfram hungursneyð á Gaza. Já, og það bætist bara við. Það er þessi lígar að Palestínumenn eða Hamas að neita, vilja ekki semja. Og þá fái aukin svona skotmark á fólki í Gaza. Var það svona raunverulegur möguleiki á að það yrði samið vopnahlé? Það var á einhvern tímapunkti en svo það var samningur og því var samþykktur og svo breyttu því aftur og þeir vilja samningur segir að það er engin skuldbindingum þjóðarmorðið myndi hætta og þá náttúrulega Palestínumenn samþykkja það ekki. Þannig að á svona seinni stigum samningana þá jók Ísraels stjórn raunverulega við sínar kröfur að fá að halda áfram með þjóðarmorðið. Já, þau hafa núna meira svona stuðning frá Vesturlöndum. Já, þetta er orðið glata hjá þeim, það trúir þeim enginn og það sést alveg, fólki ekkert heimst og það er ekkert, þeir geta ekki blett þeim lengur, en það er samt þeir horfa á þetta sem grænt ljós að halda áfram. Þannig að Ísraels stjórn metur svona afstöðu stjórnvalda í Evrópu og náttúrulega kannski sérstaklega í Bandaríkjunum svo að þau hafi stuðning á því að halda áfram. Já, alltaf þegar það kemur eitthvað svona og þá hoppar fjölmiðla og annað og segir bara, já, Hamas vill ekki semja og það er bara í stórum stöðum út allan heim sem ekki rétt, það er ekkert að semja þeir vilja ekki hleypa inn mat og vilja ekki hætta stríð og það er eina sem Hamas að biðja Nú höfum við að ræða hérna við rauðaborðið að það sé þrýstingur frá almenningi á Vesturlöndum sé orðin svo mikill að það megi heyra svona örlítinn blæbrigðamun á afstöðu stjórnvalda eins og hér Starmer og svona. Ekki það að hann sé afgerandi, heldur sé eins og að stjórnvöld á Vesturlöndum eða í Evrópu sérstaklega finnist að þau þurfi með einhverjum hætti að tala gegn þjóðarmorðinu. Það er ekki svo að þessi breyting sé það mikil að hún skiptir öfulega nokkru máli þegar það kemur til Palestínu. Nei, eins og við rættum áður. Það er alveg rétt, það er breyttur tónn út allan heim og sérstaklega í Evrópu með að segja að Þýskaland er farin að tala opinbert og gagnrýna Ísrael svona þannig sé. En það er löngu búið að segja það og búið að sanna að það er að tala og gagnrýna og mótmæla það er ekki nóg, það þarf að fylgja aðgerðir. Það er að eina sem myndi leysa málið. Og þá aðgerðir almennings? Og stjórnvalda. En hvað er það sem að Palestínumenn að biðja almenning í Evrópu að gera? Það er sniðganga, það er almenningin, já, það er fyrst og fremst að halda stuðningin við Palestínumenn og sniðganga. Þetta snýst allt peninga hjá þeim. Að kröfur almennings ættu að snúast gagnvart stjórnvöldum í sínu heimalandi ættu að snúast sniðgöngu við öll samskipti við Ísrael.
Já, sniðganga, það náttúrulega slíta stjórnsamband og setja bann á viðskipti og bara allt saman á Ísrael. Það eina sem að fara að virka, þú veist, og ég náttúrulega, hernaðar aðgerðir, það náttúrulega, það lungu tímabært, við veitum það enginn að fara í neinu svoleiðis. En það minnsta að slíta stjórnsambandi við Ísrael og setja viðskiptabann á það. En ríkisstjórn Netanyahu, stendur hún traust í Ísrael? Maður heyrir það stundum virkar sem svona hálfgerð óskhyggja að stuðningu við hann innan Ísrael muni bresta og það kunni að leiða til einhverja lausnar. Telurðu að það sé svona draumsýn eða hvort að það sé raunverulegt að afstaða almennings í Ísraels verði þannig að Netanyahu njóti ekki traust til þess að halda áfram þjóðarmorðinu? Og þessi ríkisstjórn með Netanyahu og fleiri lungu fallið. Það fjall í rauninni alveg frá upphaf þjóðarmorði. En það ekki, það ekki að fara að gerast og það ekki þökk Ísraela, það ekki að við Ísrael vilja að stoppa þjóðarmorði. Það margt annað, það þeir trista honum ekki náttúrulega og hann myndi aldrei vinna neina kosninga, ekki í dag og ekki á morgun heldur, en almenningin í Ísrael ekki að mótmæla honum vegna okkar, ekki vegna þjóðarmorð heldur hvað hann að gera fyrir Ísrael, það að segja Ísrael orðið bara útskufu út allan heim. Ísraelar treysta sér ekki til að ferðast, treysta sér ekki til að tala hebrísku til dæmis út allan heim og þeir hætta að finna fyrir öryggi alls þar. En það ekki samt afleiðing af baráttu almennings á Vesturlöndum gegn þjóðarmorðinu að það veldur því að Ísraelsmenn sem að kannski styðja Netanyahu heima fyrir eiga í erfiðleikum eða ferðast og þar með kannski grefst undan stuðningnum við ríkisstjórnina og hennar stefnu? Jú, það bara almenningin að þakka. Þetta ekkert slæmt, ég meina það hljómar eins og mjög slæmt að tala svona og segja að þeir finna ekki fyrir öryggi og það eiginlega bara mjög gott af því þú átt ekki að taka þátt í þjóðarmorði og vera gerandi og svo bara taka sér frí af að drepa börnin og fara í ferðalög og það bara eins og ekkert sé. Það eigi að vera afleiðingar af gjörðum fólks og það sérstaklega kannski við stuðning við þjóðarmorð. Það sjálfsögðu. Stuðning og þáttaka. Það ekki, það eiginlega engin Ísraeli sem bara að styðja. Það allir þáttakendur. Meinar þá út af svona almennri herskyldu? Almenni herskyldu og stuðning við þetta. Það býður enginn að stoppa stríðið eða þjóðarmorðið. Það eina sem þau vilja eða útrýma Hamas og strjúka Gaza af kortið og fá fangana sína tilbaka. Það nefnir enginn börnin sem að þjást og deyja af þorsta og hungri á Gaza. Sem eru kannski ekki Hamas liðar börnin. Hamas liðar ekki, nei, auðvitað eru börnin, 99% af Gaza búar eru ekki Hamas og við veitum það all, þessi umræða svo þreytt að allir að Hamas, ég meina ef það væri ekki fyrir Hamas, það væri eitthvað annað baráttumenn. Við erum undir hernámi og það allir að berjast gegn því. Þannig að krafan að útrýma Hamas eiginlega krafa að útrýma allri andstöðu við hernámið og það út frá sjónarhóli Palestínumanna eiginlega það sama og að útrýma Palestínumönnum. Sjónarhóli Palestínumanna eða bara hugsandi menn,
ef þú ert kúaður undir hernámi eða undir hvaða kúun sem þú átt að berjast. Það sama hvernig, þú átt að berjast. Það ekki bara þú mátt berjast, þú átt að gera. En þú talar áðan öryggi Ísraelsmanna erlendis, að þeir finna fyrir óöryggi. Hefur óöryggi Palestínumanna í Palestínu og Ísrael nokkuð tíma verið meira heldur en núna? Óöryggi? Nei. Við erum í útrýmingahættu. Ég meina, maður lappar út í götu, maður sér bara úlinga Ísraela með hríðskotabussur og það allir vopnaðir og ekki bara vopnaðir, allir lappandi út í götu með bussuna bara hlaðna og tilbúna. Það veldur óöryggi fyrir okkur og við veitum að við getum ekki sagt múkk eða anda jafnvel, en við veitum líka það það segir okkur að þeim líður ekkit vel og þau finna ekki fyrir öryggi sjálfir, annars væri þetta ekki svona. Á þetta við öll svæði eða þetta sérstaklega það sem mikill fjöldi Palestínumanna og Ísraelsmanna eins og náttúrulega allavega hlutu af Jerúsalem, heldur þetta sé bara út allt Ísrael og út allan Vesturbakka, það sem að fólk það sem að Ísraelsmenn eiginlega ganga vopnaðir göturnar með eiginlega viðurkenningu frá stjórnvöldum að þeir megi skjóta Palestínumenn ef að þeir telja sér ógnað. Jú, þetta alls það, náttúrulega miklu meira hér í Jerúsalem þar sem Palestínumenn og Vesturbakkan, þeir fara allt, en fyrir tilvíðunum þá fór ég til Tel Aviv í gær og það var eiginlega eins, þú sér vopn allstaðar, þú sást vopn allstaðar alltaf, en núna þetta í miklu meira magni og það einhvern veginn, þau eru alltaf viðbúin og þetta fer ekki framhjá neinu, það eitthvað, það eins og stríðsástand allstaðar og sem ekki, það ekki engin átök hér í Jerúsalem þannig sé eða Tel Aviv eða neinstar, en þeir eru bara vopnaðir og bara eins og þau voru bara í átakasvæði. Og maður heyrir meira og meira af svona morðum og skothríðum innan Ísraela, það verið bæði fyrir mistök eða bara ég meina ef þú ert snarklikkar og vopnar og þú fer að rífast við nágranni eða mammaðinn eða konaðinn, þá drepur það. Og það að gerast í miklu mæli innan Ísrael núna. En þetta ástandið ekki eiginlega hryllileg púðurtunna að þú lýsir því þannig að þegar fólk verður fyrir kúuna þá rís það upp? Ekki bara tímaspursmál hvenær Palestínumenn á Vesturbakkanum í Jerúsalem og inn í Ísrael bregðist við þessu ástandi? Jú, það getur ekki verið svona mikið lengur. Kúun alveg í hámarki, það bara, þú getur varla að anda, þú getur ekki gert neitt, þú getur ekkert keyrt eins og þú ert vanur að keyra, þú getur ekkert fara að versla, það engin vinna að fá, þetta hryllileg ástand og fólk þolir það ekki til lengdar og við hefum séð þetta oft áður, en núna þetta miklu verra heldur aldrei áður. Eins og þú þekkir að þá eru margir sem að horfa á þetta ástand og fylla svona vonleysi, fyrst þetta að vera að deila sem áratugagömul og erfitt að sjá eiginlega nokkra lausn og það nú bara skiljanlegt á það sem að horfa á það er engin sýnileg lausn.
Þess vegna langar mig að spyrja að í vikunni að þá komu fréttir af því að HSI, Handknattleikssambands Íslands, hafi rift samningi við Rapid, greiðslumiðlunarfyrirtæki sem er í eigu Ísraelsmanns. Já. Finnst þér þetta skipta máli eða í ljósi hörmulegu stöðu, er þetta svona svo lítið að það breyti engu? Ég vil langa bara að vita hvernig það horfir við þér. Svona það breytir öllu, það breytir öllu. Það er fólk sem segja að þetta skiptir engu máli, þetta er svo lítil og það gerir ekki neitt. Jú, þetta breytir öllu, þetta snýst peninga og vald. Ef það væri ekki peninga, það væri ekki þjóðarmorð núna. Ef það væri ekki græðgi, það væri ekki hernám. Þetta snýst það hjá þeim og hvert einasta litla eða stóra svona sigur, ég kalla það bara sigur, það skiptir gríðarlega máli, bæði fjárhagslega og andlega. Þannig það er mikilvægt að almenningur haldi áfram að gera allt sem í þeim finnst vera mögulegt til þess að hafa áhrif á stjórnvöld og stofnanir samfélagsins til þess að sniðganga Ísrael. Jú, það er eina vitið og það er ekkert sem er allt og lítil og það skiptir engu máli. Ég meina, ef þú sleppur að kaupa hárnæring frá Marokkan ól, það skiptir máli. Bæði fjárhagslega og andlega. Og þú vilt ekki láta stempla á þig að þú hefur stutt þjóðarmorð. Það er ekki bara til að bjarga börnin á Gaza núna, heldur bara þáttakan þín í því. Kúsa, má ég að spyrja þig hvað ætlar að vera lengi í Jerúsalem eða ert á leiðinni heim til Íslands? Herri, ég verð eitthvað lengur Ég er að berjast fyrir því að endurnýja dvalarleyfi mitt heima sem er Palestína og það er gert í gegnum Ísraela eða hjá Ísraela. Og ég fæ það ekki endurnýtt strax, þannig ég var í nokkra mánuði. Þannig að þú ert að berjast fyrir því, þú ert með tvöfaldar ríkisborgararétt í Palestínu og Íslandi, þú ert að berjast fyrir því að fá að heimsækja föðurlandið þitt. Hvað sagðirðu? Þú ert með ríkisborgararétt á Íslandi en líka í Palestínu? Nei, ég er ríkisfangslaust fyrir utan á Íslandi. Ég fæddist og alinn upp og mun örugglega deyja þannig að ég er bara með tímabundið dvalarleyfi frá Ísraelum í Palestínu. Sem íslensku ríkisborgari? Sem Palestínumaður. Íslandi er bara auka atrið. Ég og pabbi minn og allir sem búa í Jerúsalem eru ríkisfangslaust. Þau eru ekki með ríkisfang. Eru bara með tímabundið dvalarleyfi. En þú ert íslensku ríkisborgari? Ef ég missi það. Þú ert íslensku ríkisborgari, ekki? Jú, en ef ég missi dvalarleyfi mitt hér, þá kemst ég örugglega ekki til Palestínu aftur, ekki einu sinni í heimsókn. Því þeir með alveg neita mig eingöngu til Palestínu ef ég er bara Íslendingur að koma í heimsókn. Já. Og þeir gera það, sérstaklega fyrir Palestínumenn sem hafa mist þessi dvalarleyfi eða Palestínumenn sem búa úti og er með önnur ríkisfang, þá bara þeir neita þeim að koma inn. Og ég vil það ekki. Já, en sem íslensku ríkisborgari þá getur þú komið þarna sem túristi og fengið að dvelja í 3 mánuði eða svo, eða hvað? Það er að segja ef þeir hleypa mig inn. Okay. Það er einmitt það sem ég var að segja að þeir geta neitað mig að koma inn og frænka mín er í sama stöðu og ég en hún var búin að missa dvalarleyfið sitt, hún býr í Þýskalandi og hún er með ríkisborgararétt þar og hún kom svipum tíma og ég og ætlar að koma að heimsækja mamma sín og pappa og hún fekk ekkert að fara inn og það gerist allt og oft. Og það á við mikinn fjölda palestínumanna sem hefur flúið að þau geta ekki komið heim til landsins. Það er í rauninni ekki mikinn fjölda, þetta er bara allir palestínumenn sem flúði eða
eða búa erlendis og ekki með dvalarleyfi hér, þeir fá ekkert að koma inn nema með sérstakt leyfi. Já. Og hernámi ekkert að fara að hleypa okkur inn. Því þeir vilja útrýma okkur, þeir vilja losna við fólki sem hér nú þegar. Já. Hvað þá fólki sem úti og vilja snúa heim. Þetta snýst líka það að fá réttin okkar til að snúa heim. Já. Og þess vegna ég líka að spyrja þig til þess að svona átta mig á hver staðan. Þannig að þú ertu með dvalarleyfi núna eða það runnið út og þú ert að reyna að fá endurnýjun og það ekki runnið út, það að renna út, það rennar út í september en ég ákvað að koma aðeins fyrr til að endurnýja og klára þetta af því ég svo sem vissi að myndi ekki vera ekkert mál. Ég eiginlega bara fastur hér og ég sakna börnin mín og Ísland og vinnan og allt saman. Já. En ég elska Palestínu. Já, þú mátt ekki missa Palestínu. Herðu, Kúsa, ég bara óskaði góðs gengis og ég fæ kannski að slá að þráðinn til þín aftur að fylgjast með. Já, takk fyrir. Herðu, kæra þakkir. Takk. Herðu, þetta var símtal til Jerúsalem. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið. Við erum að reyna að skilja þennan heim sem sérkennilegur. Næsti kafli eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.